Við vorum að fá núna alþjóðlega loftslagsviðurkenningu á vegum samtaka sem við erum aðilar að, Healthcare Without Harm, og þar innanborðs eru 100.000 heilbrigðisstofnanir út allan heim sem eru allar að vinna á einn eða annan hátt að loftslagsmálum, umhverfismálum. Loftslagsmál eru alþjóðamál og þau eru heimsmál og sjúkrahús hafa gríðarleg umhverfisáhrif og það sýnir sig að það eru sjúkrahús út allan heim sem er að vinna markvisst að umhverfismálum og að loftslagsmálum almennt. Þarna fáum við sérstaklega fyrir í rauninni orku, bæði náttúrulega okkar orka sem við búum að hérna, líka árangur sem við náðum í að draga úr orkunótkun, líka ákveðnin svona stefnumótun og árangur í loftslagsmálum. Og það eru fjölmargar stofnanir út allan heim að hugsa hvernig leysum við þennan vanda vegna þess að það náttúrulega ennú fleiri stofnanir sem eru farnar að finna fyrir áhrifin loftslagsbreytinga á heilsu fólks. Og það næri nefna flóð og skógarelda og þurrka og spítalar út allan heim eru farnir að finna fyrir áhrifin loftslagsbreytinga. Þannig að þetta náttúrulega mjög akút mál fyrir nú utan það að heilbrigðisgeirinn valdur að 5% losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum. Bæði mikil orkunótkun, við notum mikið af vörum og ýmsu svona sem við þurfum til spítalans. Þannig að núna erum við til dæmis í alþjóðlegum verkefnum að því að hugsa hvernig getum við minnkað sóun og það eru spítalar allan heim að hugsa bara hvernig getum við sinnt okkar mikilvæga hlutverki en leið dregið úr þeim neikvæða áhrifum sem við höfum. Fyrir það vorum við að fá viðurkenningu. Þessi viðurkenning, hún sýnir að við erum í miklum og góðum takti við það sem að gerast erlendis í þessum málum. Við höfum verið að vinna að lausnum sem eru jafnvel nýjar af nálinni og aðrir geta lært af. Og við getum auðvitað líka lært af öðrum. En það það þannig sem við viljum vinna almennt hér á spítalanum. Bæði viljum við vera í takti við erlend sjúkrahús og við viljum vera í góðu samstarfi og miklu samtali við það sem gerist þar. Og þessi viðurkenning bara gríðarleg hvatning á því að við séum að gera réttu hlutina og við séum að vinna bara mjög faglega og vel að þessu málum. Sjúkrahús eru í raun oft með stærstu vinnustöðum í samfélaginu. Og við sjáum það að sjúkrahús eru þó í auknum mæli að taka meiri ábyrgð á þessum umhverfismálum sem svo mikilvæg, enda hefur starfsemin gríðarleg áhrif á umhverfismál, á loftslagsmál. Og þar kemur margt til. Bæði það að við erum að vinna með allskyns efni í starfseminni, það eru gös, eins og glaðloftið og ýmis svæfingagös sem koma þar inn. Það miklu flutningar sem tengja starfsemi spítalans. Það byggingarefnin, starfsfólk, hvernig það kemur til og frá vinnu. Það eru aðstæður sem við búum fólki. Þannig að það ótrúlega margt í starfsemi spítalans sem hefur umhverfisáhrif. Við erum að nota mikið af einnota hlutum á spítölum og ekki síst nú á COVID-tímum. Og það nú kannski ekki margt hægt að gera í þann tíma, en það gríðarlega margt sem hægt að gera og það svo gaman að hugmyndirnar koma oft líka frá starfsfólki. Við höfum verið með dálítið öfluga miðlun á árangri okkar, verkefnum og fengið þannig starfsfólk með okkur eða samstarfsaðila. Og þetta lykilatriði til þess að virkja fólk með sér, þetta leið til þess að fræða og þetta leið til þess að sýna að þetta hefur áhrif sem við gerum. Og þetta skiptir öllu máli og ég segi við aðra stjórnendur og þá sem að vinna þessum málum, munið eftir þessu því að þetta fær fólki eitthvað með og mikilvægt til þess að klappa bakið, til þess að taka þátt og til þess að læra af öðrum. Og að fá þessa viðurkenningu sem við erum að fá núna bara gríðarleg hvatning og gaman að sjá þann árangur sem við höfum getað sýnt raunverulega með því að minnka losun gróðurhúsalofttegunda 40% frá 2015.